1. september 2020 stór dagur fyrir Sauðárkróksbakarí og eiganda þess, Róbert Óttarsson. Það afmælisfagnaður og haldið upp á hvorki meira né minna en 140 ár. En heyrðu, Róbert, til hamingju með daginn. Já, takk fyrir það. 140 ár, það alveg þó nokkuð biti. Já, það svolítið stórt. það mjög stórt, en maður mjög stoltur af svona afreki í raun og veru fyrir svona lítið fyrirtæki eins og þetta. Erum við ekki að tala um hvað, 1880? Það eru staðfestar heimildir 1880 fyrir stofnun fyrirtækisins, sem var stofnað af dönskum, ég held að hann hafi verið bakari, Karl Fredriksson minnir mig að heitið. Svo gekk fyrirtæki kaupum og sölum nokkru sinnum þarna á þessum fyrstu árum. Svo 1913 svona það ár sem að ég fer svolítið að miða við, sem sko þá byrja ég að þekkja söguna. Já. Þá kaupir maður þetta sem heitir Sveinbjörn og konan hans Ólína. Og hjá þeim lærði svo maður sem hét Guðjón, sem akkurat á myndinni hérna á veggnum, og ég hitti hann þegar ég var krakki, þegar pabbi var að vinna hérna. Og hann átti bakarið í rúm 50 ár og byggði það mjög vel upp og flutti það akkúrat hingað. Svo kaupir pabbi það af Guðjóni 83-84. Og svo ástæðan fyrir að við höldum afmælið í dag það að ég kaupi bakarið og tek við í 1. september. Þannig að það vissi enginn hvenær á árinu fyrirtæki var stofnað, en ég tengi mér, ég næ að blanda mér aðeins inn í söguna með að nota 1. september. Það raun og það sem ég hef þakkað mest fyrir. Það í raun og hversu sterk hefð virðist vera fyrir því að heimafólk, skaffringar allir, að sækja bakarið og sækja vörurnar sem við erum að framleiða, og það náttúrulega ástæðan fyrir við lifum svona lengi. Það greinilega, virðist vera þokkalegt ástarsamband á milli okkar og viðskiptavinnanna, og án þeirra þetta náttúrulega ekki hægt. Gott starfsfólk og góðir viðskiptavinir, það það sem þarf til. Án góðra viðskiptavina þá lifir fyrirtækið ekki, það segir sjálft. Þannig að þetta hljómar kannski rómantískt, en þetta virkilega rómantískt. Það svolítið svoleiðis. Já, bakari náttúrulega bara rosa rómantísk. Eiga að vera það. Hér hafi eflaust verið margar góðar stundir í gegnum tíðina. Já, og margar mjög skemmtilega sögur sem að maður hefur heyrt, og ekki allar við hæfi í sjónvarpi og hérna. Ég mestan áhuga þeim. Já, ég veit það, ég verð að segja það eitthvað seinna, en það eru mjög margar skemmtilega til, og sumar sannar og aðrar lognar, og þær hafa, ég nú sjálfur búinn að vera hérna ansi lengi. Ég byrjaði nú að vinna hérna 1990, 17 ára gamall. Kom hérna bara sem sumarstarfsmaður, kynntist stelpu hérna í búðinni sem var að vinna hérna þá, og síðan eru komin 30 ár og 4 börn og þá sem núna fyrirtæki. Talandi romantík. Já, nákvæmlega. Þannig að hérna, ég þurfti ekki að fara lengra en að koma á krókinn og sem sagt kynnast Selmu minni, og síðan erum við búin að vera hérna svona nánast án, fórum til Danmerkur í nokkur ár, en annars erum við búin að vera bara hér. Bakaríið samkomustaður fyrst og fremst. Hér hittast bæjarbúar og allir eiga sitt uppáhaldsborð og sitt uppáhalds sætabrauð. Róbert lumar á alls konar sögum og skemmtilegum uppákomum úr sögu bakarísins. Þá var það þannig að Guðjón, gamli heitinn, hann hérna var kallaður til sýslumanns, og það var hent upp á hann að það væri músaskítur í brauði, og hann horfir á sýslumannin og spyr að fá að sjá sýnishornið. Tekur það og leikur sig með það í puttunum í smá stund og stingur þessu upp og segir: "Nei, þetta bara kúmen." Þar af leiðandi hvarf sýnishornið og hérna aldrei hægt að sanna það hvort það hafi verið mús eða ekki. Þetta svona kannski eina af þeim grófari, en svona sagan segir að þetta hefði gert svona. Þannig að þetta mjög misgáfulegt það sem hefur farið hérna fram í gegnum tíðina, en yfirlega mjög skemmtilegt. Skemmtilegur starfsandi, sem sagt. Já, við reynum að hafa svolítið gaman að þessu. Það alltaf forvitnilegt að fá að vita hvað bakaranum sjálfum finnst best í bakarínu sínu. Ef ég ætla að fá mig smurt og ég á að vera að borða holt samkvæmt hérna því sem maður á að gera, þá verður hann aldrei hollar en það. Ég fæ mér lindhorn með hérna smjöru og osti, mér finnst það geggjað, og svo renna nú kleinurnar óþarlega léttilega ofan í mig hérna svona yfir vikuna sko. Ég held að detti út fáir dagar þar sem ég fæ mér ekki allavega eina kleinu.
Svo við erum búin að borða 2 í dag. Þú máttar afmæli. Já, algjörlega, það er afmælisdagur. En mér veist, ég alltaf gleymir sig það sem ég borða mest af í fyrirtækinu, svona hreint af. Ég nota þær mest, mér finnst það góðar. En hvað er skemmtilegast að vera bakari? Ég myndi segja að sé fjölbreytileiki. Það er að skapa eitthvað, þó þú skapir sama hlutin dag eftir dag, þú ert alltaf að skapa hann upp á nýtt, þú ert alltaf að búa til nýja hluti og sjá hluti sem eru hveiti og vatn og salt í upphafi verða af vörum sem fólk sækir í að kaupa. Það er það sem mér hefur fundist skemmtilegast, sko.